fór á leikrit daginn með dóttur minni, þar sem talað var að bara að mjólka. Farð þú bara að mjólka, var sagt. Og mér leikur eiginlega forvitni að vita hvort það sé eitthvað sem heiti að bara mjólka, því að ég held þetta sé ansi flókin aðgerð að halda úti svona kúabúi. Og það engin betur til þess fallin að svara þessu heldur en kúabændurnir sjálfir og ég komin hérna vestri Reyni í Hvalfjarðarsveit og við tökum að sjálfsögðu hjónin þar tali, bændurnar. Flókið að mjólka? Að mjólka sjálfu sér? Já, þú ert ekki marktækt. Ertu ekki alin upp á kúabúi? Jú. Já, þannig að þið svolítið í svona blóðbúrið eða ekki? Jú, það sjálfu sér kannski ekkert flókið að mjólka. Það taka tækin og setja þau á og taka þau af. Nei, ekki akkurat það sem ég var að gera hérna fyrir ykkur. Nei. En sko, mjólka náttúrulega miklu meira. Þú veist, þetta ein athöfnin, það að nákvæmlega gera bara þetta. Já. En væntanlega, þú veist, þetta náttúrulega heilsársstarf og þið mjólkið 2 á dag, alla daga ársins, líka aðfangadag og líka gamlársdag og líka afmælisdögum. Og og það þarf að hugsa skepnur, að vera með 40 stórar skepnur á búi. Það hellingsmál. Já. Það þurfa náttúrulega að fá nóg að éta til þess að geta mjólkað og svo þurfa það náttúrulega að bera svona cirka einu sinni á ári til þess að koma mjólk. Til að halda mjólkinni á hverju, já. Það mjólka ekki bara endalaust á þess að bera. Mér hefur stundum fundist bændur þurfa, þú veist, að kunna svo mikið í mörgu. Eða lítið í mörgu, ég veit ekki hvernig rétta flokkunin að þetta snýra að, sko, svo þetta burðarhjálp eins og segir, þau þurfa að eiga kálfa einu svona ári og það þarf að fylgjast með því og þetta næringafræði, þetta plöntu eða ég veit ekki hvernig jarðvegsfræði eitthvað og tæknimál, einhverju myndi nú vaksa í augum, svona róbótar og svona mjaltabásar. Ég er að reyna að afsanna þá kenningu að sé bara að mjólka, get ég fengið stuðning við það? Já, það náttúrulega töluvert meira sem þarf að gera til þess að koma einhver mjólk. Já, til þess að byrja árangur. Já, það þarf náttúrulega að byrja á því að þegar kvían komin á aldur þá þarf náttúrulega að reyna að koma í henni kálf til þess að hún geti þá orðið að kú og mjólka og síðan það náttúrulega alltaf að endurtaka það getur nú verið svolítið vesen. Það haldi ekki alltaf og svo þarf að sjá hvernig er tilbúnar og hringja á hljóðtæknin á réttum tíma. Já, svo þurfum við líka að panta aðföng, væntanlega. Jú, svo þarf að passa að kjattfóðrið klárast ekki í sílóinu. Það mjög slæmt ef það þykir 1 dagur, þá það getur fara allt farið í rugl. Því að það kannski ekkert allir sem átta sig á því að rekstur á svona búi bara fyrirtæki, svo þið bara með bókhaldið og virðisaukann og allt saman, það líka á ykkar herðum. Svo það náttúrulega passa að setja til svona og það þarf að endurnýja tuskurnar og það þarf að eiga þvottaefni og saltsteina og bara... Heyrðu, nú erum við komin á skrifstofuna hérna. Hér sem sagt aðalstjórntækið. Já. Sem svona... Sem stjórnar mjaltabásnum, alveg. Já. Það sem sagt allt og það tengir sérna við Windows-kerfi sem er svona þægilegra að sjá á. Já. Hérna getum við sem sagt séð mjólkina, getum við séð hérna hvað hver kýr mjólkaði seinast. Já, Seinast eru að mjólkuð í kílóum. Og hvað hún mjólkaði á sama tíma í gær og hvað hún mjólkaði meðaltali 7 daga. Já. Og svo er flæðið, peak flow, það er sem sagt hámarksflæði sem sagt í lítrum á mínútu. Já. Og svo er meðalflæði. Þetta viljum við náttúrulega hafa svona, kannski ekki sem hæst en samt svona 3-4, rúmlega 4 er mjög gott. Já. En svo má það náttúrulega ekki vera það mikið að það leki. Nei, það sé of lausagt. Já. Svo er mínúturnar sem tók að mjólka þær síðast. Og klukkan hvað voru mjólkaðar síðast, þegar voru mjólkaðar. Ég vind hana svona aðeins, við erum sammála það líka. Ég kom með svona létta innsýn í mjaltir. Ég hefði nú eitthvað aðeins fyrir, en nú er ég aðeins búin að fara með þetta yfir með konunni. Þú ert að vinna að búi, þú ert að vinna á þingi. Mér langar að þú berir saman starf alþingismanns og starf búabónda. Já, það er svona, getum sagt að þú veist aldrei hverju þú vona á þegar vakna á mótnana. Það er alltaf eitthvað sem kemur upp á. Það er þannig í búskapnum og það er líka mjög mikið þannig í pólitíkinni. Þegar maður leggur á stað á mótnana í vinnuna þá veit maður ekki alveg hvernig dagurinn fer. Svona önnur samlíking, jú, þú þarft að vita
talsvert mjög margt. Það þarf ekki endilega að vera sérfræðingurinn í öllu. Þú getur fengið alls konar ráðgjöf og aðstoð við því. Aðkeypta þjónustu. Já, aðkeypta þjónustu og leita til sérfræðinga og unnið með sérfræðingum að einhverjum útfærslum eins og í búskapnum. Þú getur þurft að glíma við eins og einhver vandamál í fóðurframleiðslunni eða áburðargjöf eða einhver slíkt sem að maður leita stundum til ráðgjafar. Þá er Lilja sem er háskólapróf, þá veit hún ekki alveg allt. En mjög margt, heyrði ég samt. Já, hún veit mjög mikið. Heldur að hinn almenni neytandi gerir sér grein fyrir hversu flókið starf bænda eða hversu umfangsmikið, þegar þeir ná í mjólkurfernu og setja hann í. Þú veit hvað standa baki? Ekki allir. Ég held ekki og við getum ekki allir til þess. Ég veit ekki alveg allt allt sem framleitt en bóndinn náttúrulega fást við náttúruna og veðurfar allan daginn og hann að fást við skepnur og hann að fást við ýmsar breytur sem hann þarf alltaf að hafa í huga og þetta gengur svolítið út á það að láta veðurfar, náttúrufar, skepnur með sína duttunga láta þetta ganga upp og þetta eru mjög margir þættir og svo þarf þetta að vera með vélar og tæki og þú þarf að velja sláttutíma og grasi og þannig að þetta og svo þetta bara óhemju vinna. Ég held að það sé kannski vanmetnasti þátturinn í söllu, hvað þetta er mikið viðvera, binding og vinna. Bændur eru mjög úrræðagóðir í viðgerðum líka. Já, maður verður ótrúlega fljótur í alls konar skítareitingum. Já. Þar sem það eru vélar eða rafmagn eða vatnslagni eða eitthvað slíkt. En já, ég meina þú þarft að geta bjargað hlutum. Það er ekki alltaf opið, það er ekki alltaf hægt að hringja og það liggur mikið við. En svona smá sem hann kemur þetta líka, þú lærir inn á þessi tækið þín og veist hvað er að bila og hefur sér gert við áður. Mjög mikið af þessu ráðan á bændurnir við, sko. Ég ekki að segja að ég geri það, en konaði geri það. Fórst þú í bændaskólann? Já. Kynntust þið Halli þar? Já, bændar. Eins og allir aðrir bændur á Íslandi. Nei. Það er náttúrulega verið að miða bara alveg að undirbúa fólk undir Jú, það er ekki bara verið að koma fólki saman. Það er líka kennt, sko. Það er náttúrulega frá að til auðvitað. Það er náttúrulega að huga heivörkun og fóðurfræði og þú mátt hvorki offóðra en í vannfóðra og þetta fóðra kálfana þannig að þeir verður ekki horaðir því að það verður aldrei mjólkurkýr úr horaðum kálfi. Já. Þannig að það verður að byrja alveg frá fæðingu. Og það er ekki alveg sama hvernig grasið er heldur. Það þarf að fylgjast með að það sé rétt það sprettir rétt með rétt næringarefnum. Já. Þetta er þetta flókið, heyrið það, þetta er ógeðslega flókið. Nú kannski ég er að vinna gegn greininni mögulega nú, ég ætla ekki að fæla ykkur frá, þetta er skemmtilegt, en alls ekki bara mjólka. Ég heyri það, ég er búin að fá sönnun fyrir því, að það er alls ekkert eitthvað sem heitir að bara mjólka. Nei.